Við erum komnir á upptöku og við ætlum að breyta bilaningöringum úr af á merki í merki frá hitaskynjara. Raungildi A er meira en markgildi A, er búið til og setja inn á samanbarð þátt og það ef að raungildi A er meira en markgildi A þá er útgangurinn hár og þetta gerum við þannig, við sjáum hérna neðst í þessu, þá bætum við þessu neðst í stigaritið. Ég get hérna væntanlega haft þetta svona, loka þessu bara rétt á meðan og fer inn í stigaritið. Operator hérna. Þá breytið þessu hérna hjá ykkur. Fyrsta sem sagði okkur, ég get ekki fallið, ég get bara tekið prófanir ofta að vilja. Þannig að það var enginn að stressa sig á þessu. Og við eigum allir að taka prófum. Tókum við ekki prófum? Nei, og svo einhver heilingpróf sem við erum að taka, til þess að mig að taka hvernig kallar hann þetta? Öryggisskólusprófið eða? Það mennir ekki að læra fyrir þetta, því ég geti bara byggt í prófum. Það er takið allir bara að falla. Þetta er alltaf bara legið, það séu bara inn. Þannig að það nefndi ekki að fara í það að læra þetta. Þannig að reynda bara að gera heimrófum og lokaprófum að læra þetta. Þannig að það er ekki komið í það. Það er alltaf að pröfa að keyra klattarhjól bara 50 lúktum. Já, með hérna móta. Það er ekki svona máli sem bringar núna. Já, annan spíla. Já, ára skemma. Það er gaman að ekki sé sem við gerum í FS. Ég ætla að það getur þú eitthvað svona bílar eins og skóla þetta ástofngin bara eitthvað að vinna það kennir okkur ekki en ég ekki að hefði sér það nefnir bara eitthvað að segja sig að læra alltaf sem ég bara það getur ekki verið það þægileg fyrir hann en ég ekki kennst það um lífsleik og það verður eitthvað þegar það var að leita svo á súum sem ég hvernig að smíða á kann er ekki að slata sig sem er fóðið hér og eitthvað sko sem við segjum það að það er við að við getum græðum í því fyrir ég fekk förðar ég get sagt fyrir þú komið þig gert það svona sem við séum saman já, eða bara Þetta er í verkefninu, neðst í verkefninu. Já. Hérna. Við erum að setja þetta inn. Og þá er þetta kallað samanburðarþáttur compare. Við sjáum hérna tákn fyrir þetta. Mér er svo töff, sjáðu. Mér er þetta svo töff. Þú veist að vera með þetta frá. Hvað sagði það undir þetta hvað heitir? Ég er á frættur. Já, þetta er alveg neðst í verkefninu.
Þá förum við og smellum hérna compare og staðsetjum við það hérna og bilun A er þá í rauninni orðin útgangur sem að hérna, tekur við upplýsingum frá þessum samanburði, ok? Strákar, eru þið allir að bæta þessu inn í ykkar forrit? Hvað var það? Við þurfum að, já, í verkefninu neðst þá sem það er viðbót við stigaritið, það er samanburðarþáttur til þess að taka inn mælingar á hitastigi og ef að hitastigi fer upp fyrir ákveðið mark þá fáum við viðvörun og það erum við að gera núna. Hérna hefum við útgang sem að við náum í þegar sem þið voru búin að skrá inn í gagnagrunnin. Þá förum við í data editor og þá er það hérna bilun A og ok og þá kemur hún inn. Þetta er 1A, þetta er fyrsta verkefnið, 1A. Nei sko, nei þetta hérna er, ég er bara rétt byrjaðar á stigaritinu. Það vantar allt inn í þetta sko. Ég er bara að sýna ykkur hvernig við setjum inn síðasta hluta sem er hérna hægra megin á skjánum. Og það sem við setjum inn í compare, það stendur hérna í comment. Það er sem sagt raungildi A er minna en markgildi A, þá er útgangurinn hár. Það er allt í lagi að hann er virkur sem sagt útgangurinn ef að raungildi lægra. Það þýðir það að þetta er sem sagt, við erum með hitastig sem þarf að vera undir ákveðnu marki. Ok, þannig að þá er bara tvísmella á þetta til þess að setja þetta hérna inn. Þá getum við náð í, ef að þið eigi þetta til í gagnagrunnum, þá getum við náð í þetta raungildi, en það er ekki víst að það sé komið. Sigurður, hvað er þessi að koma hér? Já, í tækjastikunni þá erum við með þetta operate og compare, þetta er hérna stutt frá því að sem við búið til línur. Ok. En það sem að væri eiginlega best að gera núna, svo að við búum ekki til sem sagt mismunandi heiti, það bara setja inn allt sem okkur vantar inn í gagnagrunninn núna strax, áður en við förum að halda áfram með þetta, það sem við setjum inn í compare. Þá smellum við á hérna data editorinn, tákn fyrir data editorinn er hérna stutt frá Analyze Project og Rebuild og því öllu saman. Það er data editor. Stundum kemur engin texti sem sagt í svona glugga ef að þið er með þetta smátt. Já, opnið hann. Sko hann verður til hérna niðri ef þú smellir á þetta tákn hérna uppi. Já. Sem er hliðin á þessum skáp hérna. En ok, data editor. Það sem við skrifum hérna inn er raungildi A, raungildi B, skrifum við raungildi A, það má ekki vera bil, sem sagt. Og þetta hérna er ekki búl heldur, þetta er tala. Tala, þetta er integer, tölugildi, INT. INT? Já, integer. Já, ef ég dreg hérna raungildið hérna niður í næstu línu, þá get ég breytt þessu. Í raungildi B? Akkurat. Breytt A í B. Hún breytir þessu sjálf yfir í eitthvað 0 eða eitthvað slags, það er alltaf leið, en svo breyti ég bara A í B. Það sem við þurfum að gera líka, það er markgildi A. Og við, til þess að hafa ekki bil, sem að má ekki vera í þessu nafnum, þá höfum við undirstrykk eða niðurstrykk.
markgildi A, Hann líkur int. já, þetta verður allt saman int ef þú breytir þessu einu sinni þá eltir það síðasta sem þú breytir. Markgildi B. Og markgildi B. Very good, very nice. Og við sjáum að hérna erum við með aðeins mismunandi markgildi. Þannig að viðvörunarmörkin eru mismunandi á inngöngunum. Þess vegna er þetta svona. Og við Það þarf að vera með þessu. í byrjun þá setjum við þessa tölu inn í munnishólf. Þess vegna þurfum við systembita 13. Ég hef búið að þetta kunna. Og þetta heitir upphafspúls sem keyrist þegar við setjum inntölu á run. Og þannig að þá setjum við inn næsta lið hérna, við erum konur með þetta allt saman inn. Setjum FGK, hérna er stigritið og það sem ég gerir hérna næst, það er að fá hérna, aðeins að fara næst hérna í Operate. Sjáu þið, hann er vinstra megin við Compare, takk, kassan. Operate block, já. Og ég ætla að vera með upphafspúlsinn hérna vinstra megin við þetta. Þetta verður upphafspúls hjá mér. Og ég bý bara til línu hérna hægra megin. Það er engin útgangur út úr þessu. Þetta er bara aðgerðarblokk í rauninni. Sem að gerist bara í byrjun þegar maður setur inntöluna á run og þá látum við þetta heita, þá skrifum við bara inn þessa adressu, eða þetta vistfang, þá shift, sem sagt 5, það er sem sagt prósentumerki sem að segir okkur að þetta er adressa og svo er það stórt S fyrir systembita og hann er númer 13. Já. Og svo segir bara OK á þetta. Þetta er systembiti 13, hann er bara til í inntölvunni, í herminum og hann gefur háttgildi og það sem hann gerir er að setja inn tölugildi inn í markgildi A. Þá nægi markgildi A. Markgildi A hérna, OK, og þá segi ég hérna, ég set bil, tvípunktur, sama sem, má setja bil hérna, 380. Gæti verið 380 gráður. Það er eitthvað bila þetta helviti. Já, já. Tvípunktur sama sem 380. Já. Hvar? Nú? Inn í Operate block. Já, við sjáum þetta svo í akkurat Inn í kassan. inn í kassanum. Já, já. Ein spurning, hvernig færður raungildi undir sig A og byrjuðu svo til Já, svo bý ég til sleða sem að býr til raungildið. Þá er ég bara að búa til eins og stillimóðstöðu eitthvað til þess að herma eftir raungildinu, skilur við. Já. Sigurður. Já. Það er aðeins svona. Já. Þannig að hjálpa andra að búa til Það virkar. þannig hér. Hvað er að gera? Það er bara að gera OK að það markgildi A er 380. Já, það þarf að smetla á OK eftir það. Svona líka. Þá setjum við hérna inn samanburð á raungildið, á náðu í raungildi. Það er raungildi A hérna. Og það er Andri, þú komið til kamerið? Jú. Já, það er hann með það. minna en markgildi A og þá náum við getum gert bil þarna milli og smelt á þrípunktin. Það er ekki nauðsynlegt að sé bil en það er betra að lesa úr því. Raungildi A og svo markgildi A. Eða, ok. Þá erum við konið allt inn í þessa línu og getum við smelt á apply eða OK. Þá sjáum við þetta er hérna inni. Þannig að við förum með músina yfir
þá sjáum við textan sem þetta inni. Það ekki alltaf sem þetta birtist en oftast þetta í lagi að þetta sýnir hvað þarna fyrir það. Og þá að gera alveg eins með B. Það compare block, compare og bilun B. Þá útgangur, venjulegur útgangur fyrir bilun B. Svona og tengjum línuna út til vinstri, compare og þá er gott að smella bara á örina til þess að komast inn í compare blokkina og samanburðarblokkina, ég get sagt það. Hérna nefnilega ST, þetta er struktúrar textur sem við erum að setja hérna inn. Ok, þá náum við í raungildi B. Ok, þegar hann lægri en þá setjum við bil hérna og minni en þá ýtum við á minni endakan. Hvernig gerðu þetta? Raungildi A og svo markgildi A? Já, og þá nær maður, þá tvísmellar maður fyrst á blokkina, þá fær maður upp þennan glugga og þá smellir maður á þrípunktinn. Þrípunkturinn leiðir þig inn í data editorinn, eða sem sagt í gagnagrunnin. Og raungildi B er minna en markgildi B. Þá þetta í lagi. Gerðirðu bil hann á milli? Já, það allt í lagi að setja eitt bil, svo kemur minna en merkið og aftur bil og markgildi. Það bara aðeins auðveldara, þægilegra að lesa úr þessu. Þetta alveg leyfilegt. Ég ekki viss að 2 bil séu holl fyrir forritið. Svo smelli ég bara á apply, þá kemur þetta inn í kassan, þá sé ég að þetta hefur gengið og segjum bara ok. Og ef það ekki nein raunlína undir þessu eða eitthvað slíkt, þá allt í góðu lagi. Og merkja þá útganginn sem bilun B, næ í þetta og það ætti að vera til bilun B. Ég var ekki búinn að setja hana inn, þannig að ég bý hann bara til hérna. Bilun B og ég ýti bara á enter og þá fæ ég upp þennan glugga hér og bilun B, það svo sem allt í lagi hafa búl, við getum breytt í seinna og ég smelli hérna á að samþykkja þetta og bilun B þá komin inn í gagnagrunnin. Ef ég opna hann hérna þá bilun B hérna neðst og það búl hérna. Ég geti breytt þessu í búl hérna þess vegna ef ég þyrfti þess. Sýnt ykkur hvernig það gert, það bara hérna einfallega svona. Hérna íbúl. Og þetta allt í lagi. Þá vitum við það, allt í lagi með gagnagrunnin, að þetta fór inn í hann og síðan ætla ég að bera saman, setja tölgildið 500 inn í minnishólfið markgildi B. Og fyrst notaði ég upphafspúls að sama hérna systembita S13 sem að við fyrsta prógram hring þá skráir hann tölgildið 500 inn í minnishólf við markgildi B og þá setja ég operate kassan hérna. Ég tengi bara línu, best að nota boolean link til að tengja línuna hérna út í hægra megin. Það engin útgangur af þessi. Hér bara aðgerðarliðurinn operate block og tengdi þetta á milli og þá fer ég bara í örina select mode og ég skrifa adressuna beint hérna inn prósentumerki systembiti stórt S 13 og segjum ok þetta og operate tvísmetum að það næ í það sem ég á til. Þetta markgildi B, ok, og það ætla ég að nota, ég set bil, tvípunktur, sama sem bil 500. Svo ger ég ekkert annað en íta á enter þarna. Bil á tvípunktur? Já, bara aðeins sé betra að lesa úr þessu, sjáu, markgildi B,
smá bil. Svo sér maður tvípunktur sem merkir þetta að færa tölugildi inn í minnishólf. Svo kemur aftur bil, 500 og ég ger ekki þarna í verkefninu sé ég kannski einhvers staðar að það sé semikoma, eins og punktur og koma. Gerðu það? Nei, ég ger það ekki. Forritið gerir þetta nefnilega sjálft. Forritið gerir það? Þetta er svona, maður þarf að læra á þessar kunstir sem að forritið er með. Ég smelli bara á enter, þá kemur það bara sjálft. Með þetta. Og þetta er eitthvað sem að hefur bara þróast svona. Þetta er bara að þróast sjálf? Já. Það eru, já, ég veit ekki hvað mörg þúsund sem eru að nota þetta forrit í heiminum í dag. Og einhvern veginn hefur þetta orðið til. Og virkar mjög vel. Núna er allt komið inn sem að þið þurfið nema í skjánum. Það sem að þið þurfið að búa til eru þessi raungildi. Og skjárinn sem að við notum er nefnilega hérna. Hann var ekki búinn að setja hann inn, ég ætla að ná í myndin á honum. Þannig við höfum svona útlitið eins og ég hafði hugsað mér. Þetta er á kjádrifinu. Það var ekki komin ein mynd af þessu í verkefnið. Það er þá TH. Sjá. Hér var. Bíddu nú við. FGK. Var þetta hérna? Nei. Þetta var í hvernig stendur á þessu? Við skulum sjá, þetta ætti að vera komið hér. Hér vantar þessa mynd. Þetta var þetta ekki. Þetta hefur bara farið. Já. En allavega þá bætum við þessu við þá mynd sem að þið eru með og þá opnum við sem sagt hérna á screen, skjáinn og þá sjáum við hér munið hvað push button var. Þið sjáum hérna AA, hér er síðan push button og svo höfum við scale indicator heitir þetta. Smellum á hann. Erum búin að finna hann? Þá búum við til hérna svona aflangan kassa og minnkum hann aðeins. Hér erum við með búum til raungildið okkar og við ætlum að sjá hvernig það lítur út. Þá smellum við næst á entry field. Þá hef ég svona lítinn kassa við hliðina. Þá sé ég þar tölugildið. Svona, reyna að hafa þetta það bil jafn stórt og ég ætla að taka afrit af þessu, segi hérna copy, smelli út fyrir, Ctrl+V, fæ ég þetta alveg eins og ég ætla að hérna hafa það hérna. Þá er þetta hérna, þá er þetta raungildi A. Raungildi A hérna, já þetta er rauninni bara aðeins að sýna ykkur, ok, er þetta á lítið? Hvað er þetta? Já, þetta er svona, þetta er raungildi A og raungildi B er hérna hinum megin.
hérna niðri og ég fæ tölugildi hérna inn í þetta sem er kallað entry field B. Ok, raungildi A og raungildi B. Ég get vinstri jafna þetta hérna með þessu hér Þetta var rosalegt. og við tvísmellum á þetta hérna og náum í gagnagrunnin í raungildi A. Raungildi A, við sjáum þetta hérna betur. Raungildi A. Þetta er sleðin sem að ég get stjórnað. Ég get sem sagt prófað hvort að forritið virkar með því að í staðinn fyrir raunverulegar mælingar sem ég fæ inn í tölvuna sem sagt áður en ég fæ þær sem sagt inn, þá get ég prófað þetta með að breyta gildinu með svona sleða. Og þá segi ég bara ok á þetta en sviðið, nú er þetta í kringum 380, þá get ég sagt ok, ég ætla að vera bara með þetta frá kannski 200 og upp í 400. Þá breyti ég sviðinu í það frá 200 og í 400, þetta er value 400 og segi bara apply og ok á þetta. Hér næ ég líka í þetta í entry field kassan hérna, þá næ ég líka í raungildi A. Og af hverju? Jú, þá sé ég hvað er að gerast það. Ég þarf ekkert að breyta þessu. Apply, ok. Sama ger ég við B. Næ í raungildi B. Raungildi B er hérna. Segi ok. Og síðan, já, ég er með þetta í 500, þannig ég ætla að fara með þetta frá 450 upp í svona 510. 450 upp í 510. Því þetta má vera 520 eða 550 eða hvað sem. 400-600? Jú. 400-600? Já. Hvað tala er það? Þetta er svið frá 2010 og til. Raungildi B. Þá sé ég í glugganum hérna, þegar ég er búinn að setja á run, að þá sé ég hérna tölugildin hérna hægra megin. En nú er allt, já, ég get í rauninni, nú þegar við erum búin að þessu, þá smellum við hérna á Verify Analyze Project og Build Changes. Build Changes? Já. Við erum búin að gera breytingar og við þurfum að breyta sem sagt öllu forritinu þannig, já, að við fáum keyrsluhæft forrit, sendum þetta niður, nú þarf ég að ræsa aftur herminn. Hvernig sóttur þarna þessar stíkur? Þetta hérna? Já, það er kallað Scale Indicator og það er nálægt push button, sjáu þið, og entry field er einmitt kassin sem er hérna hægra megin. Og það sjáu þið, það kemur 0 í þetta. Já, þegar ertu búin að... Ég er bara búinn að setja fara í connect á herminum. En veljiði endilega simulation mode. Það virkar ekki öðruvísi vegna sem við erum ekki konið með tengingu við tölvu hérna fyrir hvert og eina tölvu. Heldur við förum hérna í simulation mode og smellum á connect og eftir það getum við sendt forritið niður vegna þess að ég er búinn að útbúa keyrsluhæft forrit, hvort sem að það er sem sagt smalamál eða vélamál einhvers konar sem er sendi niður í inntöluna eða herminn. Já, veistu hvað það hét á ensku? Það hét assembler mál. Og kassin við hliðina er entry field. Já, þá sé ég tölugildið á hitastiginu. Og nú er ég búinn að, og þá, þegar þið eru búin að laga þetta allt saman, breyta þetta, þá verður það að fara í analyze og build changes og allt saman. Þegar það er búið, þá er að senda forritið niður með transfer. Og það er ég búinn að gera. Og þá smelli ég á run, þá sé ég ok hérna, og nú er þetta ekkert nema hluti af forritinu til inni hjá mér,
En ég get samt prófað hvort að sleðarnir virkar rétt hjá mér. Sjáðu þið, þó ég sé ekki búin að gera nokkuð skapaðan hlut í forritinu, þá get ég samt prófað þennan hluta, skiljið. Og þetta virkar rosa vel. Ég kom inn hérna með sleða sem við sjáum svo tölugildi hérna hægra megin. Hvernig sýndu þær það svona saman? Nei, hvernig lestu þarna entry fieldi vera með þarna? Já, með sleðanum. Já. Með sleðanum. Já, ég gera það þannig að taka skjáin úr sambandi aftur. Ég fer hérna, ég smelli á enable right variable aftur og þá verður það aftur svona ekki blátt í kring heldur, bara svona. Ég skil ekki, við komum Þá þegar ég er búin að velja þennan hérna sleða sem raungildi A, skilurðu, þetta er sama minnisólfið. Raungildi A, ok það, og þá ertu með entry field hérna kassan, þá velur líka raungildi A þar. Þar er líka raungildi A. Og þá breytir þau ekki, þú þarft ekki að breyta, Kristinn, hérna tölugildinu sem sagt 0 til 1000. Það er ekkert mál með entry field, skilur við. Hins vegar til þess að fá bara, þannig að þurfur ekki svo rosalega mikla nákvæmni á sleðan, þá minkum við sviðið, þú veist. Það er 200 til 400 eitthvað svoleiðis. Ég fatta. Eða þú ert í kringum 380 gráðnar, þá getur verið með 360 upp í 400 til dæmis. Ég fatta þig. Og þegar ég set í gang, þá er miklu þrengra sviði sem ég er að stjórna hérna með sleðan. Og þá smelli ég bara aftur á enable right variable og þá er skjárinn á vandla valinn og ef ég færi þennan bara til hérna smá, þá er strax komin upp í 380 og þá sjáum við, það er komið bilun A hérna, komin inn. En minn gerir ekkert, samt. Ég get ekkert gert á mín. En það er, ástæðan fyrir því er svo að fyrst þarftu að fara í Analyze Project. Analyze Project. Já. Þarna kom það. Og svo hvað? Síðan þarftu að fara í Build Changes. Build Changes. Já. Confirm Build Application. Já, smetla það. Okay. Og sko, ef að þetta Build Changes er bara grátt, þá getur þú farið í Rebuild All Project og samþykja það, sko. Það er því að og það næsta sem þú þarf að gera eftir það er að fara í, já, varstu búinn að setja hann í Simulation Mode? Ertu í Simulation Mode? Já, smetla á Simulation Mode. Smetla svo á Connect. Connect? Já. Hvað er það? Þá ferðu aðeins lengra til vinstri hérna. Það er Connect. Já. A valid control expert application of password. Já, býtu við. Í fyrsta skipti sem við keyrum herminn, þá verðum við að smetla OK hérna. Okay. Og þá þarf að taka burtu hakið hérna. Okay. Og segja OK. Já. Samþykkja þessa meldingu sem er OK. Og síðan þá bara smetla aftur á Connect. Svona. Og þá ertu að gera þetta í eitt skipti fyrir En það virkar ekki hérna. Núna sendur þau forritinu af því að búin að fara í Analyze og Build Changes. Núna getur þú senda forritinu í download og farið í transfer. Já. Og býtu, rebuild og senda það niður. Sending it down. Já. Hvernig gekk þér, Andri? Ertu bara... Hann er kominn að vera á stað. Ok. Í síman. Já. Já, ok. En þú ert að spá í, já, hérna, þú verður að breyta þessu í Simulation Mode. Hérna, smeltu hér. Hvað áttu maður síðan að gera? Og fara í Connect. Svona, já. Þú varst búinn að fara í, já, þú varst búinn að fara í. Þú varst búinn að fara í Build Changes. Já, flott. Þá þarf að fara í download.
Já. Þegar þú ert búin að fara í kolum, þá fer í dana. Og transfer. Já. Þetta er svo mörgum stöðum. Já. Ef þetta kemur ekki, þú veit maður ekki hvað neitt er. Nei, stundum kemur það, stundum ekki. Þetta er bara svolítið með, eitthvað með þetta vinnstunni að gera. Það er þess að það er til að uppfæra tölvuna þannig að það getur kemur þetta á form. Já. Það er... Já. En það er einhverja stundum og stundum ekki sem það kemur upp. Það sýnir það. Já. En það er mist út á köflum, þetta er bara alveg sem er inventory. Maður hefur verið lendið í bölur með hann á tölvunum hérna. Ok. Strax þegar þú er komin að svona... Þegar þú tekja þetta við þegar þú tekja giga vinnsluminni, er það eitthvað skárra? Eða? Sér eftir því sem DD3 eða DD4. Já, Ég hefði tölvunni hérna sér að gera á DD3. Já, það er miklu hægara náttúrulega. Og svo er það líka, ok, við erum með nýjustu útfærsluna í Inventor að keyra á tölvu fyrir kannski 8-10 ára. Hvað er langt að uppfæra tölvunar? Það er nú ekki svo mörg ár síðan, sko. En kannski eru þessar gamlar, skilur. Já, það er nefnilega málið. Maður er lendið svona óþæra við sem er með okkur svo mörg innforriðina í skólanum út af þessu. Herru, hvað segirðu, Kristinn? Af hverju eru ljósin mín ekki lengur? Mér. Sko, þegar við setjum á run, þegar þú ferð í enable, variable, Nei! þá kemur eitthvað. Nei, heyrðu. Ég ætla að fara á milli staða núna eftir, sko, því að ég var að setja þetta inn á upptöku og ég held að það hafi, það hefur verið ennþá í gangi hérna, já. Ok. Þannig að nú erum við sem sagt búin að koma þessu þannig fyrir að við getum breytt sem sagt raungildinu og það ber saman við markgildið. En ég er náttúrulega ekki með allt forritið inn í þessu hérna, þannig að ég get ekki sýnt allt hvernig gerist. Nema að þegar ég komið upp fyrir ákveðið mark hérna og þá sjáum við að rofinn hann fer upp, sko. Og það er það sem er allavega komið hjá mér. En núna, ég átti eftir að laga þetta, nú er þetta bæði sennilega A og nú þarf að laga það. Ég tek skjáinn úr sambandi svona, við smetla það hérna og ég tekka á þessu hér. Hvað í ósköpunum er þetta? Jú, þetta er líka bilun A, þannig að ég ætla að breyta því í B. Ég get farið 2 leiðir, farið í gagngrunnin, langöruggasta leiðin eða bara breyta A í B. Ok, svona, og núna ef ég gerir skjáinn aftur virkan og þá læt ég bara B breytast hérna. Nú er hann að breytast. Hann er að rjúfa þegar hittastigið komið upp fyrir 500. Þannig að núna virkaðir sitt hvor, sko. Og það kemur hérna rautt ljós. Þannig að nú ætla ég að förum við skoðum spurningarnar af því að flestir eru komnir með þetta langleiðina. Þá er spurt hérna hvernig eru mælingarnar teknar. En það er eitt í þessu hérna að það var bara að sýna myndina sem að er af vélinni, M340 vélinni. Það var þetta hérna, hvaða einingar eru að sökkur? Já, er bara nóg að sýna myndina? Já, sko, það er bara, þú veist, að skrifa svo niður, skilur heitin á þeim. Það er flott, þú hefur gert það. Ég fór á netið, ég fann einhver svona upplýsingar sem þetta... Nei, sko, sjáðu, þú ætti að gera þetta úr vélinni sem við erum með. Sko, við förum þá í þetta hérna og þá getum við tekið þessa mynd hérna, hreinlega, og hvar minnkuðu þetta aftur? Það er klikkað á skjáinn, zoom. Já, þetta var góð, já, ok, sniðugt, 100%. Þetta er alveg nógu stór mynd fyrir, já, þá bara næ ég hérna í
Það reyða sig búið að... Það er eins og búið meigu, ekki? Það er síðan opna. Jú, þá tökum við þetta hérna. Við erum með þetta hérna. Þetta er svo sem alveg nóg. Siggi? Já. Ef að Kitty verið skemmtilegstjóri. Copy. Það væri bara að kolla á öllum hundum alltaf. Windows-takkan, Shift og S. Já, þá tekum maður bara einmitt. En þetta er allavega svona A, þetta er svarið við A. Nokkur atriði varandi þetta hérna. Sigurður, á Þá- maður setja stigarétti með í. Já, allavega eitthvað af því, myndir úr, en sko, hann Þórir, hann náttúrulega vildi líka fá, nei, hann er verkfræðingur, hann er ekki jólasveinn, hann er Það er verkfræðingur, jólasveinn samt. nei, hann er mjög fínn og er svakalega flottur kennari. Hver? Hann er jólasveinninn, hann... Og á eftir að verða náttúrulega miklu betri sko, eftir því sem að fær meiri reynslu. Það tekur þetta bara langa tíma að komast inn í þetta. Já, nákvæmlega. En við sjáum allavega greinilega að við getum sagt sko hérna spenningjafi ef við viti hvað er hvað, skilji, og setji númer á viðkomandi svo og ef að segja örgjörva eining og hérna, og þið setji númerinn svo á þetta og það allt saman. Svo er hliðræn eining hérna og þið setji númer á henni og síðan er hérna stak inngangseining. Það er kallað þetta discrete, það er stakræn og síðan er það hérna stakræn útgangseining. Nú ætlum ég að nota copy-paste aðferðina. Útgangseining. Þannig að það hefði með þetta hérna allt saman. Og þið sjáu, þetta er sökkull 0. Sökkull 1, sökkull 2, sökkull 3. Hvernig fannst þér? Síðan, hvernig eru mælingar teknar og settar inn á eintölu? Sko, við erum oftast komin í dag með til dæmis PT100, Alfred Græn, Vinum A, PT100, viðnámshitaskinjara, Vinum A og hvernig? þeir eru kallaðir RTD, Resistance Temperature Detectors á ensku, og síðan eru við líka með K-hitarafaka K-hitarafaki hvað er það kallað? Thermokobu. Þess að skynjari tengdur inn á strákar, eru það að taka þessar upplýsingar? Við erum að fá, ég er að benda á 2 mismunandi hitasnema. Það er PT100 eða K-hitarafaka sem eru tengdir inn á R-breyti. Vitið hvað er R-breytir? R-I. Inn á, sem sagt, R stendur fyrir viðnám, /I, I stendur fyrir straum.
hann breytir viðnámi sem sagt í P200 eða náttúrulega spennu frá heitarafganum yfir í straummerki, en þessi heita bara RI breytar. Það sem sagt upphaflega breyttu viðnámsgildi yfir í staðlað straummerki. Ok, RI breytir, tengdur inn á RI breyti sem gefur staðlað straummerki 4 til 20 milliampere inn á inntölu. Inn á inngang, inn á hliðrænan inngang á AD, Er þetta raunverulega bara á inntölu. Er þetta punktar á internetinu sjálfri eða? Já, sko, við erum með þessa, sjáðu, fyrsta einingin hérna spenningjaði næstu örgjörvaeiningin, svo kemur hliðræn inngangseining, eða sem sagt, það er eining sem er með 4 innganga og 2 útganga. Já. Og við tengjum bara þá inn á einn eða fleiri á þessari hliðrænu inngangseiningu. Það er hver og einn inngangur er þá fyrir straummerki eða spennumerki og við setjum þá, ég minnir að sé dip switch, sem sagt rofar sem að velja hvort þetta eru inngangar eða hérna sem sagt straumingangar eða spennuingangar eða hvað, til þess að hérna stilla það rétt hvernig inngang fyrir sig og þannig að einingin viti hvaða merki er að koma inn, og í þeirri einingu þá er kvörðunin framkvæmd, sko. Þannig að ok, inn á hliðrænin inngang á inntölvu og þar fer skölunin fram þess að til dæmis 4 til 20 milliampere merkið verður 0 til 100 gráður 20 milliampere Hvaða spurning er þetta? Þetta er spurning hérna hvernig eru mælingar teknar. Það eru teknar með skynjarum og settar inn á inntöluna. Það eru settar inn á inntöluna þannig að þetta tengist inn á hliðræna inngangseiningar og hérna það er gert í gegnum RI-breytin. Þess vegna set ég þennan RI-breyti hérna sem millilið frá skynjaranum sjálfum til þess að gefa staðlað straummerki. Hvað heitir þetta bretti eftir? Sökkullin sem er undir sem er á inntölunni rauðu á, þetta er sökkull. Hérna er sökkulnúmerinn 0, 1, 2 og 3, þannig að sökkli 1 er hliðræna inngangseiningin. Og hvernig vinnur samanburðarþátturinn? Að hann ber saman raungildi við markgildi ef raungildið er lægra en markgildið
þá er útgangurinn hár. Og þá er allt í lagi, sko. Ef að raungildi fer upp fyrir, þá kemur bilun. En vitið af hverju það er 4-20 mínútur? Það er ekki partið því. Ástæðan fyrir að það er amp en ekki tíma sem bótt. Þegar vegundi skiptir ekki máli, milli skynjar og bækisins. Þannig strömmun helst alla leið. Hvað er að segja? Og ástæðan fyrir 4-20 er ekki tíma 0-20 er að það fá 0 miljón og að verða ekki aðvörður af því. Þá er ég þess samfélagslýst. En það er til staðla sem er 0-20 miljónir gamalt staðla og síðan er til voltmerkja sem er 0-10 og tilbúrslaus en það hendur ekki inn og þykir ekki vörður staðar. Þegar það verður með þessu spennuna, heldur það ströð? Já, það er spenna fyllir yfir veginn. Já, það er það. En eins og í loftbærskerfinu eins og bara hérna, það er svo stutt af veginn fyrir frá þess að hún er með frá táran, það skiptir ekki máli. Já, það skiptir ekki máli en þegar við komum inn í svona stóra verksmiðju þar sem það er svona metrar eða eitthvað svolítið. Þá er bara eitt deikti nema á 4-20 minna. Já, ok, það er gott að vita, það er alveg, já. Þess vegna sendi þið fram þessu spurningu. Þegar Þórður, hvernig er farið að því að breyta tölugildir á inntölu upplýsingar og hitastig í skál? Sko, hrámerki eins og frá AD-breytu, það þarf að skala það, sem sagt. Já. Og núna er þetta svo þægilegt að einingarnar sem við erum að nota í þessari eintölu, að þær framkvæma þennan þátt. Það sem að við í síðasta búnaði sem að ég var að nota, þá þurftum við að taka til dæmis 12 bita breytu sem að breytti yfir í 0 til 495. Já. Og þá er það kallað upplausn. Og þá vorum við með eitthvað ákveðin ákveðið svið, til dæmis 0 til 100 gráður. Þá gátum við fundið þarna hvað hitastigið var eða hvaða hitastigið væri á ferðinni ef að við værum með eitthvað ákveðið tölugildi sem að hefur verið með 2020 heiltölu sem væri eitthvað 2020. Þá margföldum við sinnum sviðið og deilum með upplýsinni 495 og þá fáum við út hvaða hitastig á ferðinni. Þannig var þetta gert og þannig var bara sett inn formúla í skjálfmyndakerfinu. En við gerum þetta ekki þannig núna. Það þarf ekki. Skal ég bendi á að það er, yfirleitt er hrákildi skoðað í upphæðum sem þetta upp eins og hann er að lýsa. Síðan getur það verið að þið þurfa að skoða hrákildið eða þið lendi í því að eitthvað bíl sem er afturvarlega hvað er af. Þá oft er maður að fara og kíkja hrákild, bara að þú kemur inn á það. Já. Það er eina skipti sem ég kíkja hrákild, það er ég setja upp eitthvað eða eitthvað bíl og ég myndi aftur ná. En annars eiga okkur svona nokk saman hrákildið að það er búið að skala það. Já. Og Þannig að það er umhverjulega En væri þá ekki svarað sem þannig að í dag eru flestar einingar. Já, þá fer skölunin fram í Þegar fóru svona ástæðandi út í þetta, hvernig maður getur sett þetta á svona einfalda bóta? Já, þá ertu að tala um D-liðinn. Já, D-liðinn. Já, að þá getum við svarað þessu bara rauninni þannig að skölunin fer fram í hliðrænu inngangseiningunni. Hún breytir 4-20 milliamperum bara beint í annarkot, hitastigið 0 til 100 gráður eða hvaða svið sem við viljum eða þrýsting, skilurðu. Það er oft sem þú færð bara, ég held að svona, kannski myndrænt fyrir það, oft færð bara glugga og þú setur inn háa gildið þeirra bara
og eins og Sigur var að tala sko 600 og 0 og þá reglar hún þessu hrágildi þannig á milli. Já, En þetta samt sem áður því getur rekist á þessu því að það fullt af örgjörn sem ennþá þannig að þú þarf að taka hrágildi fyrir þennan engu og þarf að skoða mannum hvað hann að segja og þú þarf að reikna út sjálfur. Og það getur verið bastarður eða það einhverja vitlaust og þú þarf að prófa þetta. Menn klikka oft á því. Já. Þeir ekki með formúluna til þess að reikna þetta. Það getur verið gískanlegt. Nei, alls ekki að fara gískanlegt, en ekki yfirleitt í manúalunum pröfum bara segjum til þetta með töflu að bara þetta nefnir. Hann segir yfirleitt bara hvað talan fyrir en inngang á þessa típu og svo gefa hann upp formúlu sem svona hægt að nota yfirleitt hvernig þú ætti að reikna þetta út sem að fá þess að víta ekki. Þannig að einu sem þú ætti að lesa þetta þetta og svo hann með formúlu eins og Siggi var að segja hann að finna svona muni þetta því ég fyrir alltaf við þegar ég neita ekki skap. Og og þá fara út hvernig þú ætti að skala. Voru þið yngur að fatta þú? Ég verði langt á fyrstu þú það. Það við með svona análgindó, þá talvan hún séð þetta sem tal. Og það getur mismunandi eftir hvað starfið á innfæðum kannski þess að það bara eini sem eftir. Og þá þetta verið sko tala eitthvað frá 7 til 4.000 eitthvað fleis og við þurfum að setja upp við þurfum að stýta. Þá þurfum við að reikna út hvað við viljum